frétt en við ætlum að byrja eins og vanalega með fréttir dagsins. Já, það eru svona orðrómar að Guðlaugur Þór ætli að bjóða sig fram sem formann Sjálfstæðisflokksins. Hann hefur hvorki staðfest það né neitað í, þannig að það er ekki náðst í en hann hefur ekki sagt múk. Það er mitt, spennandi. Andrés Magnússon sem skrifaði þessa frétt í morgun. Andrés er svona innabúðamaður, mikil þáttakandi alltaf í kosningabaráttu fyrir flokkin. Hann er ritstjórnarfulltrúi Morgunblaðs Davíðs Oddssonar. Þannig að maður gæti metið að þetta eru traustar heimildir þarna, eða þetta er eitthvað svona leikur í einhverju spili. Það eru pælingar sko að nú þegar Bjarni Ben er farin að svona í að því að Jón Gunnarsson verði kannski áfram dómsmálaráðherra og þá er eiginlega kannski eini ráðherrann sem er hægt að vísa frá svo að hinn komist inn, þessi nýja þingkona þarna sem átti að verða dómsmálaráðherra sé mögulega að fá hann Guðlaug Þór í burt. Ég meina að þetta sé síðasti séns fyrir Guðlaug að verjast Árósu Bjarna með því að bjóða sig fram gegnum. Það geti verið, nefnilega. Það sem Andrés dregur fram í fréttunum er það að það hefur verið svona deilt kjör inn á landsfundin og þar þykir Guðlaugsarmurinn í Reykjavík hafa unnið að einhver leyti. Það gæti verið þannig að Diljá Mist fyrrum aðstofakona Guðlaugs Þórs og mikill pólitískur samherji er í framboði til ritara sem að hefur verið eina embættið sem átti að vera að spenna sem er eiginlega fólki finnst það svolítið hallærislegt fyrir þess að þetta er eiginlega, það veit ekki hvað þetta embætti snýst sko að vera ritari í flokknum, en það hefur kosið á milli þriggja. Þannig þetta gæti verið bara það að Guðlaugsarmurinn og maskínan sem er í kringum hann er þannig stjórnmálamaður, hann er bara, ég held að sé næstu, það er engin stjórnmálamaður í Íslandi sem er með svona maskínu í kringu sig, sem að getur bara ræst í gang. Einu sinni, þá var ég formaður S.A. og þurfti að ræða við heilbrigðisráðherra, þá var hann heilbrigðisráðherra og hann vildi hitta mig, ég held að það hafi verið 10 mínútur fyrir 8 einhvern morguninn á einhverju mjög undarlegu kaffihúsi sem var á horninu á Hallarmúla og Suðurlandsbraut og svo þegar ég kem inn í kaffihúsið þá situr hann það við borð og er að tala við einhvern kall og hann bendi mig svona að setjast á einhvern tiltekið borð. Og svo þannig að búin að afgreiða þennan kall og þá kom hann til mín og talaði um mig og ég sá síðan annan koma. Þannig hann tók erindi eins og fjöldtefli. Þannig að ég, Guðlaugur Þór, það skilur kannski enginn fyrir hvað stendur í pólitík, en sem svona pólitískt dýr, þá myndi ég ekki afskrifa hann Já, ég fatt ekki hvað við. Og maður heyri, ég horfði mitt á myndband þar sem hann vann kosningar gegn Áslaugu Örnu. Þá voru þau tvö að takast á nú man ég ekki alveg hvað embættið var fyrsta sætið í Reykjavík. Já, fyrsta sætið í Reykjavík og hann vann með naumundum hann Guðlaugur Þór og þar var einmitt stuðningsfólk hans á þessu myndbandi að þau voru svona hvetjan til þess að taka formannsembættið og hann sagði þau reyndu að taka þetta af okkur, þau reyndu og þeir reyndu og þá að vísa til Bjarna og þeim armi. Já, ég held að það hefur bara verið þannig. Og Bjarni, það er ekki eitt í þessu, Bjarni hefur aldrei fengið góða kosningu sem formaður. Hann, ég man ekki hvort hann hafi fengið 55 eða 56% þegar var kosin á móti Kristjáni Þór Júlíussyni. Hann fekk 55 þegar Hanna Birna bauð sig fram á mótunum. Meiri segja þegar einhvern tímann átti hann að vera sjálfkjörinn og þá bara daginn fyrir landsfund að þá bauð Pétur Blöndal sig fram og hann fekk 30% á mótunum. Þannig að það er oft talað það eins og Bjarni sé einhvern veginn allir á bakvið hann og teflonmaðurinn og eitthvað svona það kemur fram hins vegar í öllum könnunum traust á stjórnmálamönnum að Bjarni er óvinsælasti stjórnmálamaður Íslandssögunnar, svo gott sem. Næstu betri en Liz Truss. Já, hann er með stöður umverulega eins og Liz Truss þegar hún hætta eða hann er með verri stöð heldur þegar Nixon sagði af sér og svo leiðis. Þetta við höfum oft bent á þetta. Þannig að meðal almennings er hann 19 lítilstraus og svo hefur alltaf verið óánægja með hann innan flokksins. Hann hefur þótt þrengja flokkin, hann hefur breytt honum í það að hann sinnir bara hagsmunum fyrir allra ríkustu. Hann reyndi áður flokkurinn að vera með eitthvað svona breytt til þess að höfða til svona það sem eru kallað alþýðu fylgi Sjálfstæðisflokksins sem eru svona iðnaðarmenn og sjómenn, eitthvað fólki í svona smárekstri, en ég held að það fólk sé að átta sig á því
flokkurinn ekkert að gera fyrir það og þá komum við aftur af Jóni Gunnarsinni og þá það nýfrjálsíkju flokkarnir sem hafa gert þetta. Að þegar þeir finna fyrir þverrandi stuðningi hjá almenningi, að almenningur ekki að kaupa efnastefnun og það sem þeir að reka, að þá vilja þau sveigja stjórnmálin yfir í útlendingandúð, yfir í eitthvað svona gegn fóstureyðingum eða eitthvað slíkt í Bandaríkjunum. Menningarleg dæmi. Þannig að kannski hægt að setja sögu Sjálfstæðisflokksins á undanförnum viknum í aðdraganda þessar landsfundur einmitt í slíkt samhengi. Svo er annað í þessu að ríkisendurskoðandi segir að skýrslan bankasöluna sé að koma á allra næstu dögum en það er bara vika í landsþing Sjálfstæðisflokksins þannig að það verður svolítið tæft hvort að skýrslan komi fyrir fundin eða ekki, við munum sjá. En það er líka, ég veit ekki hvort að landsfundur Sjálfstæðisflokksins skipir sér eitthvað við þetta. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins er náttúrulega kynnt en svo náttúrulega kemur að því að einhvern tímann nennur ekki að vera sjálfstæðismaður og fara í fermingaveislunar og þurfa alltaf að svara fyrir skammir Bjarna Benediktssonar. Einhvern tímann segir bara, megum við ekki bara tala um pólitík eða eitthvað. Akkur þarf ég að vera að svara fyrir eitthvað Þorláksmessu fyllirí eða fyrir Panamaskjölin, fyrir uppreisn æru, þú veist, fyrir endalausar bommertur Bjarna Benediktssonar. Má ég ekki bara fá að vera sjálfstæðismaður og ræða um pólitík við frænda minn? Já, akkurat. Það er spurningin hvað kemur úr þessari skýrslu. Það má ekki gera of lítið úr þessu óþóli almenna flokksmanna gagnvart synduformansins. Já, akkurat. En í öðrum fréttum að þá deiltum íbúðalánasjóðinn á þingi. Kristrún Frostadóttir sagði að Bjarni Benediktsson var annarkvort að ljúga að þjóðinni eða hann skilji ekki fjármálaafurðir. Sagði að hann væri að nota vúdú-hagfræði til þess að reyna að ganga frá þessum málum. Ég hlusta á þetta með öðru eyranu eins og sagtir. Ég var svona að velta fyrir mig af hverju tekur Kristrún þennan vinkil að það sem að Bjarni er að leggja til núna sé eitthvað hættulegt eða háskalegt. Það er hann Már Mixa nefndi þetta, það geti fallið hækka skuldabréfaálagið á ríkissjóði og þar með vextirnir hækkað. Ég er ekki viss að það sé vandamáli. Ég held að matsfyrirtækin hafi vitað þessu. Það er allir búin að vita þessu. Það er allir búin að vita þessu í 13 ár. Þannig að þú getur tekið upp sagt að þarna sé vera að ganga á lífeyrissjóðinn en þá er þetta alltaf það sama og gagnrýnin sem kemur þá að segir af hverju þú getur gagnrýnt kynninguna. Hann segir ég ætla að spara 150 milljarða en hann nefnir það ekki að hann ætla að almenning borga það með lífeyrissjóðum. Og það er náttúrulega bara það er eiginlega til skammar að setja þetta upp þannig. En ég er ekki vissum að ef hann næri einhverju samningum eða setur í þrot, þetta er eitthvað sem alltaf okkar peningar. Vandamáli með íbúðalánasjóð er ákvarðanir sem voru teknar fyrir löngu síðan og enginn hefur borið ábyrgð á. Ég skil ekki okkur stjórnarandstaðan vill færa málið frá því sem við höfum verið að fjalla sem er eiginlega þessi gamli skandall sem springur núna fram færa það frá því yfir í viðbröðin við skandalum sem að ég myndi tala hver ber ábyrgð á þessum ákvörðunum 2004. Inn á þinginu. Já, það ber að nefna. Hvenær eigum við að hætta að borga útgjöldin fyrir einkavæðingu Sjálfstæðisflokksins? Ég myndi tala það. En kannski er bara Kristrún ekkert ósátt við einkavæðinguna, ég veit það ekki. Mögulega ekki. Og mér fannst Bjarni, gert hana betur. Já, af því að við vorum að tala um Bjarni áðan, þá fannst mér að svara þessu ágætlega. Þegar hún kom með sína sérfræði þekkingu í hagfræði og voru að segja að hann kynni ekki hagfræði, þá kom hann bara tilbaka og segja að þú kannt ekki lögfræði. og eða sömuleyti vegna þess að aðgerðin er ef til vill meiri lögfræði aðgerð heldur en hagfræði aðgerð. Nefnt. Það komið á þann punkt bara. Ég hef allavega ekki séð neitt benda á það að nú er þetta komið fram. Ég hef ekki séð neitt benda á það að vextir ríkisins séu að hækka eða skuldatrygginga álagið að hækka. Ég hef ekki séð það. Sjáum til hvað gerist. En það var líka jafnréttisþing í dag og Sólveig Anna hélt þar ræðu, henni var boðið og hélt mjög góða, flotta ræðu, fannst mér. Feminisma frá sjónarhóðin, láglaunakvenna. Láglaunakvenna, akkurat. Henni fannst skrítið að henni hefði verið boðið en var mjög ánægð með það. Því að henni hefur verið tekið illa af ýmsum sem standa á baku þetta. En það var líka... Hún var að forsa á baku þetta því að síðast þá var hún í andirinu með eflingarfólki og talaði í Gjallarhorn. Fekk ekki að fara inn. Já, vegna þess að þetta væri svona millistjætta feminismi sem væri þarna. En hún eðlilega buður að vera með eina af 4 svona stóru erindunum. En það var ekki allir ánægð með það. Nei, það var mótmæla
aðtöfn þarna, þar sem var lyftuð brauðu spjaldi, en við ætlum að fara nánar í það bara í feminískum Já, ég getur talað um það eftir. Tölum við betur í femíníska Ætlum við eitthvað meira? Eitt yfirbót. Já. Það er svolítið búið að deila um það framkvæmdastjórn Samfylkingarinnar. Það er ekki allir sátti við þannig Kjartan sem hefur verið framkvæmdastjóri og hann hefur verið að skipta sér svolítið af verkefælismálum, kom svolítið að því að skipa í þetta verkefælisráð Samfylkingarinnar og maður sér að það er svona eitthvað tókstreita í gangi innan Samfylkingarinnar og það er náttúrulega landsfundi þeirra er að byrja bara núna helgina. Ég átta mig ekki alveg, það er óánægja, í Samfylkingunni er mikið af vonum sem ekki gengu eftir og meðal annars fyrir síðustu kosningar þá var svona trú í flokknum ári fyrir kosningar að þetta eru kosningar loksins Samfylkingarinnar en það gekk ekki eftir og það var því kennt að það hafi verið klaufalega staðið að vala á lista og menn hafa verið að saka hann þetta en það sem var harðast deilt er Samfylkingafélagið í Reykjavík og ekki beint framkvæmdastjórnin sem tók ákvörðun það. Það var nú mikið fjallað þetta, það var voru eiginlega annað fólk og varðandi verkalýðsráðið að þar er hann með, en hann mun hafa átt hugmyndilega það tók ekki ákvörðuna og með verkalýðsráðið þar sem við stilla upp fólki sem er í andstöðu við Sólveig Önnu sérstaklega og kannski Ragnar Þór og Villa einhverju leyti. Þeir stilla því öllu upp í verkalýðsráð sem að það er armur inn í flokknum eða einhver af ármánum sem að telja að þetta hafi verið stórkostleg mistök að Samfylkingin væri að stilla sér upp við þeim sem er að tapa völdum í verkalýðshreyfingunni á móti þeim sem eru verkalýðshreyfingin í dag. Ég meina, þú veist, í almennu markaði þá er Vilhjálmur Birgisson, Ragnar Þór og Sólveig Anna þú veist, ég meina, það eru með flesta fólkið og þau eru bara allan hátt leiðandi. Þannig að það var skrítin ákvörðun að ég veit ekki, ég myndi ekki spá því endilega að þetta komi fram nema að það verið kosið í framkvæmdastjórn og formanninn sérstaklega, hann er kosið sérstaklega og það er verið að ganga á eftir Flosa Eiríksinni sem er samfylkingarmaður úr Kópavogi og var svona svolítið vonastjarna í flokknum hérna árum áður, var síðast framkvæmdastjóri í starfsgreinasambandinu undir honum Birni Snæbjörnssyni í Einingu sem var stór player á ASÍ-þinginu í undiróðunum gegn Ragnari, Sólveigu og Vilhjálmi. Ég veit ekki hvort að það tengist en það er verið að ganga eftir honum að bjóða sig fram. En þeir sem að vilja ekki fá hann fram síðan hann hafi það bara gott, hann er formaður Breiðabliks í dag og hann er einbeitt sér að því. Kemur í ljós. En önnur aukafrétt sem við verðum að nefna, það var kynnt rannsókn og skýrslu í Seðlabankanum held ég að verið hann Ásgeir Daníelsson sem er fyrrum forstöðumaður á hagfræði og peningastefnusviði Seðlabankans. Hann kynnti sem sagt efni rannsóknarritgerðar sinnar sem heitir Laun og verð á erlendum varningi í verðbólguferlinu á Íslandi. Og hann í rannsókn sinni finnur ekkert samband á milli hækkun launa og verðbólgu eins og samtök atvinnulífsins og fjármagnseigendur og atvinnurekendur og auðvaldið hreinlega hefur haldið fram hérna stöðut að ef þú mátt ekki hækka launa því að þá verður óðaverðbólga og þar fram eftir göttunum og Ásgeir segir hann afsanni ekki beint það að það geti verið verðbólga við hækkun launa en það eru engin tengsl sem finnast í gögnunum og í rannsóknunum. Hann tekst ekki að smíða módel til þess að sína fram á þetta. Það finnur ekki þessi tengsl sem er stöðut. Vilhjálmur Birgisson benti á þetta á Facebook. Þetta erindi var ekkert í síðustu viku. Já, ok. Herðu, komið í bíli. Yes. Herðu, þá ætlum við að halda áfram að tala um fréttir dagsins því að við ætlum að tala um flóttafólk og flóttamannabúðir við Atla Viðar hérna eftir augnablik.